Úrskurður Þórunnar Sveinbjarnardóttur umhverfisráðherra þess efnis að allar framkvæmdir tengdar fyrirhuguðu álveri við Húsavík skuli gangast undir sameiginlegt umhverfismat hefur sætt harðri gagnrýni. Guðni Ágústsson, formaður Framsóknarflokksins, og Katrín Júlíusdóttir, þingmaður Samfylkingarinnar og formaður iðnaðarnefndar takast á málið hér rétt á eftir. En við byrjum á umdeildum úrskurði umhverfisráðherra. Þau Guðni Ágústsson og Katrín Júlíusdóttir eru sest hjá Helga. Já, velkomin bæði tvö. Þessi úrskurður hefur nú vakið blendin viðbrögð. Það hefur verið talað fleyg í stjórnarsamstarfið á meðan aðrir hafa talað að þetta skiptir nú ekki miklu máli. Geir Haarde kvartaði yfir því að hann og fleiri ríkisstjórninni hefði ekki fengið að vita þessu. Þú ert formaður iðnaðarnefndar, Katrín. Hvað finnst þér þennan úrskurð? Þessi úrskurður að hann að mörgu leyti mjög góður vegna þess að þarna verið að nota í fyrsta skipti heimild sem í lögum frá því að Framsóknarflokkurinn fór með umhverfisráðuneytið og iðnaðarráðuneytið að þá settu Framsóknarráðherrar inn í lög 2005 þessa heimild að það færi fram svona heildstætt mat. Og mér hefur fyndist heppilegra að við hefðum náð Helguvíkin í samskonar mat, þannig að eins færi á bæði þessi verk, en því miður að þá ferillinn í þeim það ólíkur að það var ekki hægt samkvæmt þessum lögum. En það sem lykilatriði í þessu, og mér finnst mikilvægt að komi fram í ljósi þeirra umræðu sem að verið hefur að mínu mati verið að gera úlfalda úr mýflugu, að það sem verið að gera þarna það ekki verið að stoppa neitt. Það ekki verið að stoppa neitt í því ferli sem farið á stað. Það er hugsanlega eitthvað verið að tefja framkvæmdir og við það eru heimamenn eða ósáttir, eða ekki? Það sem verið að gera það. Það verið að setja 4 mismunandi þætti inn í sameiginlegt mat sem hefði annars verið metnir í sitt í hvoru lagi. Þessi þættir 4 sem eru mjög skýrir eru á mjög góðum rekspöl. Það er að segja í fyrsta lagi Þeistareykjasvæðið þar sem áfangaskýrsla hefur þegar verið samþykkt eða matsáætlun, línulagnirnar og síðan er kannski það sem styrst komið álverið sjálft og inn í viljayfirlýsingunni sem að iðnaðarráðherra skrifaði undir þetta mál núna nýverið að þar inn í þeirri viljayfirlýsingu að álverið fari í umhverfismat og því verður lokið 1. október 2009 og það er ekkert sem er sýnilegt í þessu að þurfum við að tefja málið og það hefur líka komið fram í máli bæði umhverfisráðherra og líka ráðuneytisstjóra umhverfisráðuneytisins. Guðni, er ekki svolítið til í þessu sem að Katrín er að segja? Þetta er lagaheimild sem hefur verið til staðar frá því að þið Framsóknarmenn sátuð í ríkisstjórn. Og þingið setur lögin. Og þetta er sem sé ákvæði í lögunum. Sem að hún er að nota að vísu með dálítið óljósum hætti. Því Gjástykki er nú ekki inn í þessu, höfnin er ekki inn í þessu, vegurinn er ekki inn í þessu. Það er 4 atriði sem hún tekur þarna inn. En það er náttúrulega ljóst mál núna að það hefur gerst mjög merkilegur atburður. Svona þeir sem vilja og eru að hugsa framtíðinni í Samfylkingunni voru farin að tala það að Helguvík og Húsavík bakki verður komið þar langt að þetta færi bara áfram. En átökin í Samfylkingunni eru slík, gömlu alþýðubandalagsmennirnir rísa upp og eru á leiðinni kannski heim til alþýðubandalagsins Vinstri grænna og eru í fílu og vondir. Og þeir rugga bátnum og Þórunn Sveinbjarnardóttir er hluti af því lífi. Þannig að þetta gerir sá undarlegi þáttur að hún tekur þetta mál allt öðrum tökum heldur en Helguvík, setur þetta mál í mikið uppnám, forsætisráðherra kemur eins og alvor út úr hól af ríkisstjórnarfundi og hefur ekki hugmynd málið. Foringi ríkisstjórnarinnar sem sé að það ekki kynnt og ekki rætt. En finnst þér óverulegt að þetta setja allt svona saman? Er það ekki svolítið bara... Já, býtum nú við. Í dag sitja heimamenn að norðan með skipulagsstofnun sem hafði heimilað þetta, með umhverfisráðuneytinu og þar vissi bara enginn maður neitt. Það var allt bara í uppnámi, menn vissu ekkert hvað þetta þýddi. Þannig að það er rétt sem að heimamenn fyrir Norðurland, nú var algjör samstaða þetta Norðurlandi, bæði Akureyri, Húsavík, hvað þetta verið mikilvægt verkefni sem myndi hafa mikil áhrif. Þetta getur farið þannig að þessu seinki ár, menn þurfa þá að framleiða 2012. Og menn þurfa að bora tilraunaholu næsta sumar. Þannig að þetta getur allt saman farið í uppnám. Svo annað sem mjög viðkvæmt við þessar aðstæður. Ísland dálítið undir smásjá. Hér er erfitt efnahagsástand. Bankarnir eru gagnrýndir. Heldur þetta komið til með að hafa slæm áhrif á... Fjárfestar geta dregið þessu undir. Ég vona sannarlega að Alcoa haldi áfram við þetta verkefni og það farið í uppnám. En það er engin spurning
að það pólitískur hrammur sem grípur inn í verkið og setur það á En það ekki alveg klárt mál, Katrín, þið voruð á móti þessari framkvæmd fyrir síðustu kosningar til dæmis, þá það nú bara partur af eitthvað kosningastefnuskrá að þá ætti ekki að byggja fleiri álver eftir því sem að... Býtu, það kom hvergi fram í okkur kosningastefnuskrá. Það var sagt að þetta fresta frekari álversframkvæmdum að setja fleiri álver og það var til dæmis líka samþykkt sem við kallum svokölluð Húsavíkursamþykkt í þingflokki Samfylkingarinnar, þar sem að við ræddum, þar sem fjallað var það út frá byggðarlegu sjónarmiðum, það þyrfti að taka tillit til þeirra þegar væri verið að taka svona ákvarðanir. Það er þá algjör sátt þetta innan þingflokksins? Þannig að ég get sagt ykkur það að það er mjög mikill stuðningur við Bakkaálverið, það er umdeildara í Helguvík, mun umdeildara í Helguvík í mínum flokki. Og þannig er það og það hefur legið fyrir lengi. Er einhugur í þingflokknum eins og Össur segir? Það veit Guðni jafnvel og ég, það er mjög mikill stuðningur við þetta. En býðið það aðeins, Það fengi sömu meðferð, sko, Helguvík og Bakki, það var ekki hægt, það var ekki hægt og það er út frá lagatæknilegum atriðum, þið þekki lögin, þið settu þegar þú varst í ríkisstjórn og það sem ég vil segja hér er það að mér finnst ábyrgðarhluti hvernig Guðni og Framsóknarmenn eru að tala um þetta mál núna, að hér sé þetta mál sé sett í uppnám, vegna þess að það eru ekki skilaboðin. Það eru ekki skilaboðin. Skilaboðin eru þau að í staðinn fyrir þessi 4 sjálfstæði möt sem eru á góðum rekspöl, þá verður þau tekið saman heildrænt til þess að skapa meiri sátt framkvæmdina við bæði menn og náttúru. En hvernig finnst það að vera ekki töf? Það er ekkert sem liggur fyrir það segja það Ég var að fara yfir það hérna rétt áðan. En þegar það skoða... Nei, leyfið mér núna að klára. Ég var að... Viltu leyfa mér að klára núna? Ég fór yfir þetta hér áðan að þessi 4 þættir eru á góðum rekspöli í sitt í hvoru lagi verða núna teknir saman, metnir heildrænt til þess að skapa meiri sátt og gegnsæi í þessu máli. Þannig að það fullera það hér að það verði enga tafir á þessu? Ég ætla að fullera það hér og það hefur komið fram í máli iðnaðarráðherra og fleiri sem þetta mál hafa fjallað og umhverfisráðherra sem kom með þennan úrskurð að þessi ákvörðun muni ekki tefja lok framkvæmda einn einasta dag. Og á því hef ég trú. Svo að því að Guðni tala hér alþjóðlega fjárfesta. Guðni, er það þá ekki þannig að það sé nú þá kannski ágætt að það sé farið í þetta mat svona heildstætt, samkvæmt þessum lögum sem voru sett til þess að ná þá kannski aðeins meiri sáttina, því að eftir sem áður þá er þetta umdelda framkvæmdir. Það er búið að leggja í þetta mál 5 milljarða. Það er búið að leggja í þetta mál 5 milljarða. Það er ekki tapaði pening? Það farið alltaf öðruvísi með þetta mál heldur en Helguvík. Það er brotið jafnræði á milli þessar stóru verkefna. Það er að fullera að það sé verið að brjóta lög, jafnræðisreglu og... Það er verið að fara alltaf öðruvísi með Bakka og það er að pólitískum ástæðum að þessi Samfylkingin Fagra Ísland þarf að bjarga andliti sínu. Og ég ætla að segja hér við ykkur að það væri nú þannig staða núna, þetta er ekki bara við Framsóknarmenn. Samfylkingamenn fyrir norðan eru geggjaðir í dag yfir þessu framferði. Þeir álíta þetta senki. Ögmundur Jónasson, vinnur minn, hann fagnar þessu og segir að þetta verður kannski til að stoppi. Þannig að Vinstri grænir eru að draga auðvitað, þeir vilja stoppa allt. Þetta er allt á misskilningi byggð og ég verð að koma með eitt, ég verð að koma með eitt í þetta. Það er verið að senka þessu, málið er í óvissu og ég vil svo bæta við, hvar væri nú þessi þjóð núna stödd ef við höfum ekki haft hér útflutnings- og atvinnustefnu á síðustu árum sem hefur verið mest gagnrýnd á við Framsóknarmenn mest fyrir hana. Ég hygg að þessi þjóð væri í Helgi, það er eitt sem ég verð að koma hér að því að hann er að tala hér, það er þessi ábyrgðar hluti sem ég er að tala hvernig menn tala þessi mál, hvernig Framsóknarmenn eru að tala þessi mál. Það sem ég vil koma hér að er að alþjóðlegu fjárfestar til dæmis, þeir leggja mjög mikla áherslu á það að umhverfisþættirnir sé í lagi og ég tel að framkvæmdin gæti orðið mun trúverðugri fyrir vikið þegar að búið er að draga þessa 4 þætti saman að þá telja að þessi framkvæmd geti orðið trúverðugri fyrir vikið. En þetta kom þeim samt mjög mikið óvart. Er þetta ekki svolítið hræringur í gangi varðandi þetta? Það sem er lykilatriði í þessu öllu saman er að það verður ekki seinkun á lokum framkvæmda í þessu verkefni einn einasta dag. En hvað með tilraunaboranirnar sem eru háðar umhverfismati sem að Friðrik Sófusson talaði? Þetta er athyglisverð fullyrðing að vera ekki einn einasta dag. Þetta er gegn öllu sem verður að segja alls. Já, við eigum þetta þá bara til á teipi, en þetta sagði Friðrik Sófusson þetta, að það væri tilraunaboranir, Katrín, býta aðeins, það væri tilraunaboranir sem væru háðar umhverfismati inn í þessu og þær gætu hugsanlega tafist eitthvað. Hafið þið engar áhyggjur af því að þetta geti tafist? Af því nú þetta aldrei verið gert áður. Þetta hefur aldrei verið gert áður. Það er kannski þess vegna sem ég held að viðbrögðin sé eins og þau eru. Fólk er hrætt við að þetta sé það stórt og umfangsmikið. Það sem er í raun og veru verið að gera þarna er það er samtíma mat 4 þátta sem á sér stað.
sem eru þegar í vinnslu Það og fyrir í engin ferli. framkvæmt fram úr hver annari þá á meðan af þessum 4. Þessar framkvæmdir að þær verða metnar saman þegar að búið er að ljúka mati á þeim heildrænt. Og ég held að menn þurfi ekki að óttast þetta tefji málið og það er alveg ljóst. Það er alveg ljóst að þessi ríkisstjórn hefur komið fram með mjög skýrum hætti. Hefur þessi ríkisstjórn komið fram og lýst yfir stuðningi við verkefnið á Bakka. Og undir það hef ég sjálf tekið. Ég hef nú heyrt sumar ráðherrana gagnrýna þetta með bara sama hætti og ég og þingmenn Sjálfstæðisflokksins marga sem eru mjög reiðir. Össur Skarphéðins og iðnaðarráðherra fyrir hálfum mánuði á Húsavík með skrifar undir yfirlýsingar og menn halda þessu konar beina braut. Nú liggur það eitt fyrir. Að sennilega verða milljarður í viðbót lagður og sveitarfélögin fyrir norðan og Landsvirkjun í aukinn kostnað. Og þetta allt saman sjónarspil af hálfu Samfylkingar til að reyna að halda ykkur andliti. Þeir lofuðu kjósendum að þeir myndi ekki fara í þessa framkvæmd. Við verðum eiginlega að fara að ljúka þessu Gunni, en við skulum hafa þá bara þetta loka orð og þetta lofar frá Katrínu að það verði ekki einn einasti dagur sem að þessi framkvæmd. Ég held að Guðni... Takk kærlega fyrir komin. Takk.